Þetta er verkefni 18 í D-hlutanum í Word. Ég ætla að fara núna í lið númer 6 og 7 og 8 með ykkur. Þið að merkja fyrirsagnirnar í skjalinu með heading 1 eða heading 2. Þær eru feitletraðar í skjalinu hjá ykkur. Ég er búin að merkja allar fyrirsagnir í skjalinu sem ég er með hér. En þið sjáu líka á blaðsíðu D5 hvaða fyrirsagnir eiga að vera merktar með heading 1 og heading 2. Heading 1, það er gervigreind, gervigreindarfræði, gervigreind á Íslandi og heimildaskráin. En með heading 2, þar setjið þið saga gervigreindar, kerfi sem hugsa eins og fólk, kerfi sem hegða sér eins og fólk og kerfi sem hegða sér skynsamlega. Stílarnir texti 1 og texti 2, ég setja hann á textan í skjalinu. Texti 1 kemur á eftir fyrirsögn og þá er fyrsta línan ekki indregin eins og hér, en texti 2 er indregin. Texti 1, þetta á ég eftir að setja texti 2, ég get valið það hér eða farið hér og sett texti 2 hérna og hérna texti 2, texti 1, texti 1, texti 1 og svo framvegis. Og það er mjög þægilegt þegar að vera að skrifa ritgerðir að búa til stíla áður og skrifa inn textan og setja stíla. Þá er samræmi í uppsetningunni á verkefninu. Og þegar þið merkið fyrirsagnirnar, þá getið þið merkt þar með því að vera með stílagluggann opinn. Sumum finnst það þægilegra, öðrum finnst þægilegra að gera þetta hér beint uppi. En í lið númer, næsta lið sem við ætlum að taka fyrir hér, að það er að fara í View og Navigation pane. Þið smellið hér og farið í Navigation pane og sjáuð þið allar fyrirsagnir. Það getur verið þægilegt ef maður er að vinna í skjali og ætlar að fara á milli kafla. Það þurfi ekki að rúlla með pendlinum upp og niður, heldur getum að fara hér í fyrirsagnirnar. En ég ætla að breyta stílnum heimildir. Ég er búin að skrifa inn heimildirnar hérna. Ég ætla að breyta stílnum, þannig ég ætla að finna stílinn heimildir hérna. Og fer í örina niður og Modify og ég fer í format og paragraf og ég ætla að hafa hangandi inndrátt 0,7 cm og 3 punkta á eftir. Það var hérna 3 punkta á eftir og 0,7 í hanging. Svona. Ég var búin semst að búa til stílinn en það átti bara eftir að setja inndrátt á línu 2. Fyrsta línan kemur hérna við spásíðuna. Ef það eru fleiri en ein lína í heimildinni þá fara þær í 2 línur. Og ég ætla að breyta stíl neðanmálsgreina. Smelli ég hér. Þá þarf ég að fara hér af því að hann er ekki í listanum. Fara hér og velja Modify og fer í format og paragraf. Og ég ætla að hafa hangandi inndrátt 0,4 cm. Svona. Þá breytast neðanmálsgreinarnar, verður inndráttur 0,4. Ég ætla að loka þessu. Og hérna þurfum við að skrifa dagsetninguna í dag, daginn sem þið skilið verkefninu. Og hérna þurfum við að setja ykkar nafn, fullt nafn og skáletraða og eyða svo öllum textanum. Já, hérna. Þetta voru skáletraða. Þið skrifið fullt nafn, ekki bara gælunafn eða fornafn. Og síðan þurfum við að setja föst síðuskil hérna á undan heimildaskránni. Því á undan heimildaskráin kemur alltaf á nýrri blaðsíðu og þá þurfum við að þægilegast að ýta bara á Ctrl og Enter samtímis. Þá kemur hérna page break. Þetta er ekki það sama eins og section break. Þannig að nú eigum við bara eftir að setja blaðsíðutal í skjalið, kalla fram efnisyfirlit og útbúa forsíðu. Þannig að ég ætla að vista skjalið.